Tala hundaflautur, það til dæmis að tala íslenska tungu að vilja verja hana, það hundaflauta fyrir rasisma. Og þú veist, auðvitað fólk sem talar á þann máta, auðvitað það búið að stimpla sig úr umræðinni. Einhverjir aðilar sem að segja að það að tala fyrir íslenskri tungu sé einhvers konar sjálfkrafa rasismi. Þú veist, þetta auðvitað brandari og sem betur fer á undanhaldi og engin hljómgrunnur fyrir slíkri vitleysu. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 17. febrúar og árið 2026. Þið þekkið þetta partus.is/ein pæling að þið viljið fá þann þátt á undan öðrum og án auglýsinga. Það að segja viku undan öðrum, en eins og einhver vitið þá ég að stíga upp á veikindum núna. Ég að klára penicillinkúr núna í dag eftir að hafa lent í einhverjum djöfusins hremmingum. En ég komin aftur í þetta. En ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube þá ert að fá þetta viku á eftir öðrum og með auglýsingum. En já, bara takk kærlega þið sem eruð að styðja við bakið af þessu verkefni. Það sjálfsögðu þeir sem eru í áskrift á partus.is/ein pæling. En nóg það, margt sem ég ætla að ræða hérna í dag sem hefur svolítið að gera með sem ég hef verið að ræða, en ég tel aftur á móti að það þurfi svolítið að vekja athygli á því sem að gerast núna í sambandi við almannatryggingakerfið. Og ég veit sko að þegar fólk heyrir almannatryggingakerfið að þá einhvern veginn slöknar á því að fólk vil nenni að hlusta sko. En ég tel aftur á móti þetta vera svolítið mikilvægt og í gær var Silfrið, Bergsveinn stýrði þar umræðum meðal annars þetta og svona launaþróun í landinu. Og ég veit sko að fólk hefur til dæmis áhuga á fasteignaverði og fólk hefur áhuga á því þegar verð hækkar í búðunum. En þetta beintengt því máli. Og sama sko hvort að fólki finnist þetta vera réttlætismál eða ekki, að þá tel ég að allir allavega geta fengið eitthvað fyrir sinn snúð miðað við það hvernig ég að fara að fjalla þetta. Því að sko þetta mál snýst það að laun ellilífeyrisþega og öryrkja munu koma til með að hækka í samræmi við annað hvort launaþróun eða þá verðbólgu. Það að segja launavísitala eða vísitölu neysluverðs, og þá tekið það viðmið það að hvort sem að hækka meira, að ellilífeyrisþegar og öryrkjar muni koma til með að fylgja þeirri þróun. Og það eru einhverjir hagfræðingar sem hafa fært rök fyrir því að þetta geti valdið því að öryrkjar og aðrir hópar geta þá farið fram úr vinnandi fólki í launum og gert að það ófýsilegra að vera á vinnumarkaði. Ég fór svo sem yfir þetta síðast og ég ætla ekki eitthvað að fara í miklar málalengingar þetta nákvæmlega. Það sem ég langast að vekja athygli á að eins og ég segi, Silfrinu í gær, þar voru nokkrir komnir saman og þar á meðal Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra. Og þar fór hann yfir þar sem að ríkisstjórnin núna að segja að sé bara misskilningur, sem að það að þetta viðmið verði í rauninni ekki sko fest í lög, þrátt fyrir það að í lögunum mun að segja að þetta eigi að liggja til grundvallar, en að það sé greinagerð sem fylgi þessum lögum sem að muni passa upp á það að þetta sé ekki eitthvað sem að muni koma til með að vera fært til sjálfstýringar. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot úr þessu. Þetta samtengd tvær hliðar málsins sem að ég klippi saman úr þessu Silfrinsþætti og svo ætlum við að ræða það. Ástæða til að taka þessi varnaðarorð alvarlega. Ekki með tvöfaldarlásin, hann ekki til staðar. Svo það byggir á einhvers konar frjálslegri túlkun. Það kemur alveg skýrt fram í greinargerð með frumvarpinu að þetta hugsað þannig að það verður launavísitalan sem akkirið í þessu. Árlega breytingar geta orðið í samræmi við vísitölu neysluverðs, en til lengri tíma litið þá fylgir þessi þróun launavísitölunni. En hvað þá gagnrýnið að þessi fyrirvari sé bara í greinagerðinni en ekki í lagabókstafnum sjálfur? Já, ég held að ef menn skoða greinina eins og hún í dag, að þá hún heldur alls ekkert skýr, og þú fórst að vísu ágætlega yfir það, hvernig þetta reiknað. En framkvæmdin þar, hún hefur alltaf hún hefur byggt gróflega séð á lögunum, en þau segja ekkert nákvæmlega til það.
og mér finnst þess vegna ómaklegt að draga það fram núna í ljósi þess að eftir þessum lögum hefur verið farið árum saman án vandræða þó að greinin sé ekki skýr. Þannig að við erum sitjum ekki með annað ILS Nei, eftir sko, 20 ára. það held ég, það ennþá skrýtnara vegna þess að þessi ákvæði eru frá ári til árs. Það sem að gerðist þar var að ríkið tók á sig skuldbindingar til mjög langs tíma sem ríkið gat ekki löglega bakkað út úr. Það ekkert slíkt hér á ferðinni. Katrín, hvað segir þú, tekur þú undir áhyggjur kollegaðina í hagfræðisstétt? Já, ég geri það að vissu leyti. Þarna ég er búin að lesa bæði frumvarpið og greinargerðina og fyrir mér þetta alls ekki ljóst hvernig að útfæra þetta og það þótt að sé bara eitt orð sem að breyta launaþróun í launavísitölu. Þá verið að læsa kerfið inn í þessari ákveðnu tölu, launaþróun leifir meiri túlkun og launavísitala vissulega við getum fara út í hvernig hún reiknuð, hún með við dagvinnu og allt það. En er það ekki mynd þessi flokkur fólksins til dæmis sem verður að benda á að öryrkjar hafi bara þurft að sæta duttlungum launaþróunar er eitthvað sem matskent? Mögulega, en það er alls ekkert laun allra sem fylgja launavísitölu. Það er bara mjög margir sem að hækka minna heldur launavísitala í heldalaunum. Þannig að sko Ég held að sé alveg hægt að útfæra þetta en ég er hrædd við frumvarpið eins og stendur eins að það stendur ekki ef þú lest frumvarpið lagagreinarnar þá les ég út úr því tvöfaldan lás hvort sem það er ætlunin að útfæra það þannig að þá myndi ég kjósa að fá það inn í lagatekstan að það yrði ekki útfært. Þannig að það er skerpt á því sjálfum lagatekstan. Ég held að það sé bara nauðsynlegt að gera það. Mér finnst kannski rétt að halda til haga hérna nokkur hlutum í fyrsta lagi við þurfum að bera saman hverjar þessar bætur eru í dag og lágmarkslaun og þar munar ennþá mjög miklu. Menn geta haft ýmsa skoðun á því hversu miklu á að muna en allar áhyggjur af því að hvatinn til þess að vera á vinnumarkaði sem ekki til staðar eru auðvitað úr lausu lofti gripin. Þakka þið fyrir. Hitt er síðan að þessi mikla gliðnun varð fyrst og fremst í kjölfar bankarhrunsins og það er umverulega þannig að undanfærin ár hafa bætur hækkað í takt við launavísitölu og jável heldur umfram það og samt erum við hér enn og ekkert hrunið. Þannig að ég verð nú að viðurkenna að mér finnst bæði vilji til þess að miskilja þetta og svona heimsenda spátnar í kringum þetta vera í nokkru ósamræmi við stöðun eins og hún er og eins og þróunin hefur verið undanfærin ár og undir síðustu 2 ríkisstjórnum. Og já, ef ykkur finnst þetta að vera eitthvað þurft og leðilegt þá basically þýðir þetta það að ef að verðbólga hækkar þá hækka laun öryrkja og ellilífeyrisþega í samræmi við það eða ef að verðbólgan hækkar að þá hækkar launin í samræmi við það og ástæðan fyrir því að fólk hefur áhyggjur af þessu er að ef það gefur á bátinn og verðbólga verður mikil að þá muni það verða ófýsilegra að vinna út af því að laun þeirra sem eru ekki á vinnumarkaði munu koma til með að aukast svo mikið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En það sem að Katrín Ólafsdóttir sem er þarna, hún sé lektor við viðskiptadeild Háskólann í Reykjavík, ef ég er að muna þetta rétt, hún er að benda á það að þessi tvöfaldi lás sé fyrir hendi og það sé svolítið skrítið að bara þetta sé ekki bara beint sagt í lögunum og ég eins og segi, ég fór yfir þetta í senasta þætti. Hins vegar þótti mér mjög skrítið að horfa á þetta að Daði Már komst í gegnum þennan þátt án þess að svara því í raun hvort að þetta væri eitthvað sem að ríkisstjórnin vildi eða ekki. Út af því að fyrir mér allavega hljómar þetta pínu eins og þetta sé bara eitthvað stefi átt að því að geta kastað flokki fólksins undir vagnin þegar það hendar. Það er að segja að setja þetta í lög út af flokku fólksins vill berjast fyrir kjörum þeirra sem að eru
öryrkjar eða einhvers konar í bótamálunum. En það sem að mér þótti sérstakt í þessu var sko að Daði segir að þetta sé bara einhver sem að fjárveitingavaldið getur ákveðið hverju sinni, en þegar maður aftur á móti hlustar á til dæmis flokk fólksins í þinginu, að þá það ekki þeirra skilningur. Þá þetta bara réttlætismál sem mun alltaf koma til með að verða bindandi. Og mér þykir þetta vera svona svolítið sérkennilegt út af því að ég get ekki túlkað þetta öðruvísi út af því ég held að Viðreisn og Samfylkingin gerir sér alveg grein fyrir því að ef að þetta væri fært í lög að þá væri þetta náttúrulega komið út í óefni á einhverjum tímapunkti og myndi þurfa að vinda ofan að því. En þau segja sko, já, við sjáum til hvað gerist og þetta nú ekki alveg fast, þetta ekki komið á sjálfstýringu, þetta bara einhvern veginn, getur verið einhvern veginn, en það ekki skilningu flokks fólksins. Þannig að sko núna til dæmis, þegar að samtök atvinnulífsins, ASÍ, BSRB, allir vara við þessu og segja að þetta muni leiða til þess að við verðum komin í óefni. Sko, það verkefni alveg, við erum farin að sjá til lands í því verkefni. Því að núna verður augljóslega kjarasamningum sagt upp þegar verðbólgan verður ekki komin niður fyrir 4,7 1. september. Og þá mun náttúrulega nánast 100% kjarasamningu verða sagt upp eða þeir endurmetnir einhverju leyti og þegar það gerist að þá mun það auka verðbólgu að einhverju leyti og þá erum við komin allt í þennan lagabókstaf það hvort að öryrkjar og ellilífeyrisþegar eiga sjálfkrafa að fylgja því. Þannig að þá munu stéttarfélögin vera komin í þá stöðu að þurfa að semja þá langt umfram verðbólgu til þess að passa upp á þennan lagabókstaf sem að ríkisstjórnin samt sem áður segir að geti verið ákveðið hverju sinni og ef að það ekki nákvæmlega eftir hentisemi þeirra sem að berjast fyrir kjörum þeirra sem að minna mega sín að þá allt í einu flokkur fólksins komið náttúrulega upp á háa séð. Þannig að mér finnst þetta rosalega skrítin túlkun út af því að jafnvel þegar við erum að tala ríkisstjórnarflokkana að þá virðist skilningur þeirra innbyrðis vera mjög mismunandi. Út af því að Daði Már segir þarna að þetta sé frjálsleg túlkun á þessu frumvarpi en aftur á móti að þá virðist sú frjálslega túlkun alveg geta verið yfirfærð yfir á það sem flokkur fólksins að segja. Það þykir mér miklu áhugaverðar út af því, já, við getum alveg verið að tala það hvort að einhver ákveðin samtök atvinnulífsins eða hvort að stéttarfélögin eða Efling eða hver sem það nú við getum alveg talað það hvort að þau séu á móti þessu ekki. Ég vil hins vegar bara skilja, skilningur ríkisstjórnarflokkana sá sami? Því að það heyrist ekki. Ég var að fylgjast með alþingisumræðum í gær, þar sem meðal annars þetta var rætt. Og ég get ekki séð betur en að sko þegar að þeir eru að tala þetta að þá, ég veit ekki hvort þeir sé ekki að hlusta á ræður hvers annars en þá þessi frjálslega túlkun í rauninni kemur að mestuleyti frá flokki fólksins og þetta svolítið ef það raunin þá svolítið verið að pissa í skóinn sinn því að það eitthvað sem að þessi ríkisstjórn mun þurfa að takast á við 1. september en ég hef náttúrulega sagt það að síðasta ríkisstjórn átti náttúrulega mjög erfitt uppdráttar í ýmsum málum einmitt út af kjarasamningsgerð. Það eins og það sé svolítið gleymt hvað kjarasamningsbaráttan var ótrúlega hörð til dæmis 2019 og líka náttúrulega þessa milli 2023 og 2024 og bara Sólveig Anna náttúrulega mótaði svolítið sína ímynd náttúrulega bara á þessum árum og berst fyrir kjörum þeirra sem á lægstu laununum. Að sjálfsögðu hefur hún mestar áhyggjur af þessu út af því að hennar félagsmenn náttúrulega það fólk sem að, ég menna það örugglega ekkert fólk með 15 skall á mánuði sem hefur stórkostlegar áhyggjur af þessu nema það sé í atvinnurekstri en aftur á móti þá Sólveig Anna einhver sem að mun koma til með að hafa mestar áhyggjur af þessu og þurfa að setja þetta mest inn í allt Excel-skjal þegar að hún fer svo inn í kjarasamningsviðræður. Þannig að ég veit ekki alveg sko hvernig best að gera þetta en það bara mjög, bara skrítið hvernig einhvern veginn umræðan þetta Má ég næstu búin að segja orðræða þannig, þóla ekki þegar fólk notar orðið orðræða. En eins og segi, ég búin að skrifa hérna niður svo fjallað að verkalýðshreyfingin náttúrulega beri ekki ábyrgð á verðbólgu. Það var svo sem að hún Sigríður sem hjá BSRB
sem að færði rök fyrir því, þannig að þá komin annar svona, annað verkefni fyrir ríkisvaldið að þurfa að takast á við verkalýðshreyfingar sem að segja að verðbólga sé ekki aukin með því að opinberir starfsmenn fái aukin laun, sem náttúrulega ekki rétt, en það aftur á móti eitthvað sem verður haldið fram. Halla Gunnarsdóttir mun náttúrulega koma til með að segja það, BSRB mun koma til með að segja það, sérstaklega þeir sem eru á svona vinstri hliðinni munu segja að það sé bara það vanti viðbóta fjármagn í allar opinberar stofnanir. Við sjáum núna þegar að Landspítalinn að kvarta yfir niðurskurðarkröfu og þá segja þau að það sé komið allt í óefni á bráðamóttökunni og það þurfa að grípa inn í taumana þannig. Þannig að þetta orðið ótrúlega flókin staða, en eins og segi, ég held að það verði svona ákveðið logn þangað til 1. september. Við munum sjá náttúrulega þessar sveitarstjórnarkosningar eiga sér stað, það mun náttúrulega soga til sín svakalega athygli, svo mun náttúrulega bara sumarið koma og þá náttúrulega alltaf svona aðeins meira, minna í gangi, en svo þegar það kemur að 1. september þá held ég að þetta verði alvöru partí og það sko náttúrulega bara svolítið sérskennilegt að fylgjast með þessu. Ég ætla að spila fyrir ykkur aðra klippu sem mér fannst náttúrulega vel utan þetta, en það Guðrún Hafsteinsdóttir þegar hún var á Alþingi í gær að ræða þessi mál og ég ætla að spila hana fyrir ykkur og svo ætla að ræða það eins. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 2. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, við sjálfstæðismenn leggjumst alfarið gegn samþykkt þessa máls, enda það sérstaklega illa unnið og ekki til þess fallið að hjálpa þeim sem ætlunin að styrkja með þessu frumvarpi. Heldur þvert á móti verði frumvarpið að lögum verðbólga aukast og það getur dregið úr atvinnuþátttöku. Efni frumvarpsins grefur því undan lífskjörum þeirra sem reiða sig á velferðarkerfið, enda ekki hægt að halda slíku kerfi úti nema tryggt sé að atvinna og verðmætasköpun standi undir þeirri skuldbindingu sem ríkið hefur tekið sér á herðar. Einnig ætla ég að vara við því að með samþykkt þessa frumvarps getur kjarasamningum verið stefnt í hættu. Ríkisstjórninni ber að hlusta á þá sem vara við samþykkt þessa frumvarps. Seðlabanka Íslands, Samtök atvinnulífsins, ASÍ, Viðskiptaráð Íslands, Fjármálaráðuneytið, Fjármálaráð og virtir hagfræðingar sem allir hafa komið gagnrýni skýrt á framfæri. Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn sem raunverulega stendur vörð hagsmuni eldra fólks og öryrkja. Það höfum við sýnt, frú forseti, það höfum við sýnt með verkum okkar og það munum við gera áfram. Við greiðum því atkvæði gegn þessu frumvarpi sem grefur undan lífskjörum fólks í landinu. Og þarna hlegið hérna Guðrúnu, en mér fannst þetta bara fínasta ræða sem að náði nokkuð vel utan þessar áhyggjur og það alveg hægt að hlæja núna út af því að það þarf ekki að takast á við þetta fyrir eftir 6 mánuði, en þegar að 6 mánuðir eru liðnir að þá mun verða alvöru partí í samhengi við þetta, því að það ekkert hægt að vera með svona kerfi og passa upp á það að vinnuhvatinn sé nægilega mikill og við getum alveg logið því að okkur. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En jafnvel þó að fólk telji að þetta muni ekki koma til með að minnka vinnuhvata sem að ég þó tel,
að þá þetta eitthvað sem stéttarfélögin mun alltaf færa inn í sínar formúlur þegar þau fara í kröfuaðgerðir, sko. Þú veist, núna þetta orðið þannig að til þess að takast á við verðbólgu að í stað þess að huga að því að vera með lægri hækkanir á launum, að þá mun stéttarfélagið hugsa, nei, við verðum alltaf að ná því sem umfram verðbólgu út af því að annars erum við að fá minna heldur en aðrir hópar sem eru ekki á vinnumarkaði. Þú veist, þetta galið. En ég ég veit ekki hvernig best að ráða fram úr þessu. Þetta náttúrulega eitthvað sem að Flokkur fólksins mjög umhuga og ég veit ekki hvort þau væru tilbúin til þess að sprengja ríkisstjórn út af þessu, en það augljóslega eitthvað að í þessum efnum og ég bara vona að þetta leysist allt með viðbótar verðmætasköpun og þú veist, jafnvel þegar fólk sem byrjað að tala fyrir mestum jöfniði og þar fram til göttunum byrjað að tala gegn þessu, að þá ætti náttúrulega þessi ríkisstjórn í það minnsta að hugsa sig tvisvar en ég fjallaði það á sínum tíma hvernig Bandaríkjastjórn hyggst ætla að breyta stjórnmálum í Evrópu og ég hef reyndað verið að færa rök fyrir því að það eru margir sem að tala það að Bandaríkjamenn séu eitthvað að fara að snúa baki við Evrópu. Ég held að það sé alls ekki upp á teningnum og Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var með ræðu núna á öryggisráðstefnunni í Múnik, eða München, og þar var hann að fara yfir það hvernig sameiginleg gildi Evrópumanna og Bandaríkjamanna væri eitthvað sem væri nauðsynlegt að viðhalda. Hann talaði þannig að Bandaríkjamenn væru náttúrulega afkvæmi Evrópu og evrópsk menning og vestræn menning hefði verið mjög mikilvæg fyrir frelsisbaráttu Bandaríkjamanna við upphaf þess tilraunaverkefnis sem að Bandaríkin eru. Og mér þótti það bara mjög góð ræða og ég var bara frekar ánægður með hana og ég get einhvern veginn skrifað upp á allt. Maður búinn að fylgjast með svolítið sérkennilegum umræðum þetta, þar sem að fólk búið að vera að segja já, þetta var mildari tónn, en í rauninni var hann alveg að drulla jafn mikið yfir Evrópu eins og J.D. Vance gerði fyrir ári, þar sem að J.D. Vance ég held ég að við spila nú svolítið bút úr þeirri ræðu ég held að J.D. Vance hafi bara sagt það sem að mjög margir að hugsa og náttúrulega ef við horfum líka til þess þá Evrópa náttúrulega líka búin að vera að takast á við fjölmörg af þeim bæta fyrir þær brotalamir sem að J.D. Vance var að tala nákvæmlega fyrir ári og þá talar fólk einhver mildari tón Marco Rubio, en ég menna ætti að koma okkur á óvart. Núna Evrópa að auka framlag til varnarmála. Þjóðverjar náttúrulega tala mikið fyrir því að auka framleiðslu til hergagnavinnslu og annað 5% til þess að bæta eigin varnir og að Bandaríkjamenn séu ekki að fara að vera sá svona aðili sem mun koma til með að bera ábyrgð að öllu leyti á öryggi Evrópu. Akkur ætti að þá koma okkur á óvart að Marco Rubio komi þarna með mildari tón. Það heilmikið að breytast í Evrópu til eins betra sem að ég vona náttúrulega bara að haldi áfram þó svo að það sé mjög mikið verk að vinna. Það Evrópa bara í mjög vondum málum að mörgu leyti og nú erum við að sjá til dæmis það sem að búið að vera að reyna að færa rök fyrir núna undanfarið, þar sem að fólk bæði talar það að það sé ekkert svakalega mikið að í Evrópu og það sé ekkert svakalega mikið að í Evrópu í samhengi við annar staðar og að við einhvern veginn eigum ekki verið að horfa á þetta út frá þessum gleraugum. Og núna einmitt fært rök fyrir því að út af því að Bandaríkjamenn eins og þeir eru í dag, að þá eigum einhvern veginn frekar að vera að horfa til Evrópu og að rökstuðningurinn fyrir því að ganga í Evrópusambandi sé orðin svo miklu betri. En samt sem áður tala ráðamenn í Evrópu það, eða þeir tala á þann máta að þeir eru sammála þeim gagnrýnisröddum sem eru hvað hæstar hér á landi í því í hvaða stöðu Evrópusambandið Og ég ætla nú ekki að spila fyrir ykkur, þið getið náttúrulega hort á þessa Rubio-ræðu, hún var mjög góð og ég ætla ekki að fara mikið í hana. Hann talar að, Evrópu sem megin bakhjarl menningarlega og fleira, útlendingamál náttúrulega ógna álfunni,
sem að mjög margir ráðamenn eru farnir að segja þar sem sagt á meginlandinu, þrátt fyrir það að við erum einhvern veginn rosalega feimin við að tala það. Rosalega mikil gjá þannig að milli umræðu útlendingamál í bæði Bretlandi og annars staðar í Evrópu, og svo þegar það í rauninni bara endurtekið þar sem að ráðamenn í Evrópu að segja útlendingamálin. Mette Frederiksen búin að vera að segja bara eins gott að þið aðlagist eða þið getið farið úr landi. Þjóðverjar að fara að senda Sýrlendinga úr landi sem að hafa verið þarna í mjög langan tíma. Það verið að fara að takast á við ýmis konar mál, en jafnvel ráðamenn, þó svo að ráðamenn sé að takast á við þetta, að þá þykir kjósendum ekki nóg það, eða að það dugi ekki til, út af því að þeir bara einfaldlega ætla að fara að kjósa yfir sig ennþá meira harðilínu stefnu í þessum efnum. En hér á landi þá einhvern veginn tölum þetta eins og þetta sé eitthvað minna vandamál, og það er mjög, mjög skrítið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu, og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu, þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En já, hann segir að einmitt eins og ég hef sagt hér oft, að við erum náttúrulega ekki að fara að bjóða fólk velkomið sem með allt annars konar menningarleg gildi án þess að það hafi áhrif, og maður hefur heyrt menn eins og Gunnar Smára og aðra að tala það að menningargildi séu nú bara eitthvað orð sem við maður reyna að hætta að nota, og tala hundaflautur, það til dæmis að tala íslenska tungu að vilja verja hana, það hundaflauta fyrir rasisma. Og þú veist, auðvitað fólk sem að talar á þann máta, ég ekki að segja að Gunnar Smári hafi verið að gera það, en það fólk sem að gera það, auðvitað það búið að stimpla sig úr umræðinni. Einhverjir aðilar sem að segja að það að tala fyrir íslenskri tungu sé einhvers konar sjálfkrafa rasismi, þú veist, þetta auðvitað brandari og sem betur fer á undanhaldi og engin hljómgrunnur fyrir slíkri vitleysu. En það sem að mér langar samt að tala og svona meira í samhengi við þessa varnarmálaráðstefnu í München, þegar að Friedrich Merz eða kanslari Þýskalands kom með ræðu, og maður eitthvað búinn að sjá hann í fjölmiðlum, og hún náttúrulega á þýsku, en ég aftur á móti horfði á hana í gær. Ég kann ekki mikið í þýsku, ég kláraði samt stúdentspróf í þýsku, en ég myndi ekki geta að spjara mig vel á þýsku. En það svo þægilegt á YouTube núna, þá getur maður bara þýtt það í rauntíma, og það það sem ég gerði. Ég horfði á þessa ræðu þar sem að Friedrich Merz var að fara yfir bara stöðum mála, og það þótti vera svo lítið áhugavert að þegar hann kemur þannig fram að þá vildi hann setja ráðstefnuna, og það ekki eitthvað sem að hefur verið svona gangur mála vanalega á þessum öryggisráðstefnum, heldur það einhver annar sem að með opnunarræðu á þessum ráðstefnum. Hann talar oftast á öðrum degi, en hann vildi vera þarna fyrstur og fór með þessa þrumuræðu, þar sem að hann var einmitt að segja að gamla kerfið væri horfið og að Evrópa væri bara í mikilli krísu, og til þess að takast á við hana að þá þyrfti bara Evrópa í heild sinni að umbreytast. Hann talaði skrifræðið, hann talaði það sem svona ákveðið svona hugmyndir okkar þetta svona weberíska, þá voru ég að tala Max Weber, weberíska kerfi sem að við höfum komið okkur upp, sem að hefði nýst okkur afar vel, hefði orðið að einhverju sem að hefði snúist upp í andhverfu sína, þar sem að skrifræðið hefði í raun hamlað okkur, og að öll framþróun væri orðin hömluð af þessum skrifræðisreglu fargani, og að það væri einfaldlega ástæða þess að Evrópa sæti eftir að mjög mörgu leyti. Hann talaði það til dæmis að Kína hefði nýtt sér veikleika annarra ríkja til þess að fara í mikla uppbyggingu, og Kína hefði rauninni ná miklum umsvifum á öllum sviðum bara með því að einmitt vera svo litið að færa sig yfir til Afríku, færa sig yfir til annarra landa, og í raun bara náða að byggja upp
infrastruktúr sem að, ég veit ekki, ég ætla ekki að búa til einhverja meinfýsna mynd. Ég ekki einhver anti-Kína maður, bara alls ekki, það mjög margt í Kína sem bara afar áhugavert. En hins vegar að það væri náttúrulega bara Evrópa ekki einu sinni samkeppnisaðili á neinum sviðum varðaði tækni eða framþróun. Og já, hann segir þannig að lýðræði má ekki verða að skrifræðis bákni sem að forðast framsækni, að núna værum við komin í það sem að heitir náttúrulega bara Great Power Politics, þar sem að reglur eru virtar að vettugi og að til þess að takast á við slíkar aðstæður þá þarf þetta að vera stöndugur aðili. Hann fjallaði það að þjóðarframleiðsla Evrópu væri 10 sinnum meiri heldur en Rússa, samt væri Evrópa ekki 10 sinnum sterkari en Rússland. Það þarf að kveikja á svissinum á hausnum á okkur, sagðan, og að þeir í Þýskalandi ætlu að vera með langsterkasta her í Evrópu, með því einmitt að hámarka samkeppni og minnka regluvæðingu. Hugsið ykkur á hvað ef að einhver kanslari Þýskalands hefði farið með þessa ræðu, þar að segja að hann ætlaði að fara að kveikja á hausnum á ráðamönnum í Evrópu og búa til langsterkasta her í Evrópu sem að hefur sést, að þá hefðu við hugsað okkur tvisvar þegar við heyrum kanslara Þýskalands tala á þennan máta. En þetta samt það sem við erum að tala og mér þykir alltaf svolítið sérstakt því að ég alltaf verið að tala við fólk það af hverju við ættum að fara inn í Evrópusambandið og af hverju það væri miklu betra, og eina sem ég heyri að við fáum þá að ráða inn fólk til Brussel sem að þá á skattfrjálsum launum frá íslenska ríkinu til þess að vera í einhverjum hagsmuna gæslu fyrir okkur. En ég einhvern veginn get ekki séð hvernig það eitt og sér muni geta vegið upp á móti öllu hinu. Við erum að sjá von der Leyen og aðra tala gegn því til dæmis að í stafrænu formi þurfum við að skerða tjáningafrelsi, það þurfum að passa upp á í rauninni að frelsi sé eitthvað sem að ríkið eigi að vera að úthluta okkur, og þetta bara eitthvað sem að mér hugnast ekki og ég hef kannski ekki komið nægilega vel inn á það. Ég glemdi reyndar að koma inn á það í viðtali mínu við Kristrúnu, þar sem að ég hefði viljað segja að einmitt ég vil eiginlega ekki fara inn í Evrópusambandið út af þessum ástæðum, út af því að tjáningafrelsi eitthvað sem að eða á undir högg að sækja. Það bara orðið töluvert erfiðar að fá að tjá sig á einhvern skynsamlegan máta í Evrópu, og ef við tökum bara COVID-tíman þá náttúrulega vorum við og mistum algjörlega hausinn varðar allt persónufrelsi og tjáningafrelsi. Og Evrópa var mjög hávær í því, það að segja umsvifa mikil. Ástralir voru náttúrulega líka alveg stjörnugalnir og hvað næst? Við vitum náttúrulega ekki hvaða hremmingar munu koma til með hremmingar eða jafnvel bara smærri verkefni við munum þurfa að koma til með að takast á við. En þá vil ég ekkert sérstaklega vera í þessu bákni, og sérstaklega þegar að báknið að tala að allt sem að við kemur því að hlutinni séu verri þar á meginlandinu hefur einmitt að gera við það hvað þeir séu ósamkeppnishæf. Ég ekkert heldur að tala fyrir því endilega að við færum okkur næri Bandaríkjunum. Ég bara kannski þetta, eins og segi, barnaleg íhugun að við getum einhvern veginn verið bara frjáls og verið sjálfstæð, en ég aftur á móti til að það sé eitthvað sem að við þurfum miklu frekar að ræða í sambandi við fullveldi og sjálfstæði, þá það einhvern veginn talað það bara já, nei, við getum bara alltaf farið út, en þú ferð ekkert út. Það ekkert einhvern veginn bara ekkert mál að fara út úr Evrópusambandinu. Það bara miklu erfiðara heldur en að við höldum, sérstaklega sem lítið ríki, en ekki hvað 7. ríkasta efnahagsveldi heims sem eru Bretland. Þeir þurftu bara að fara í gegnum eld og brennistein til þess að leiða það til lykta. Þannig að þegar við erum að tala þessi mál þá þetta, eins og segi, það skrítið hvernig umræðan á Íslandi frábrugðin því sem við erum að heyra frá ráðafólki í Evrópu. Og mér finnst það bara mjög skrítið hvaða orðið fyrirferðarlítið, bara þessar áhyggjur Evrópumanna sjálfra. Það að segja ráðamanna í Evrópu sem tala útlendingamálin sem bara mikla ógn og mestu ógn sem að í sumum tilfellum sem að þeir þurfa að takast á við.
Maður ekkert að heyra ráðamenn Evrópu tala Orbán sem einhvern rasista. Það var þetta mjög áhugavert að núna var Viktor Orbán að fá, hann reyndar á eitthvað erfitt uppdráttar í kosningum sem að fara fram núna bráðlega, en hann einmitt fer fyrir þessu Fidesz-partí og það svo gamall flokksbróðir hans sem hann að etja kappi við, en þessi flokksbróðir hans, ef ég myndi rétt, hafi stofnað nýjan flokk og þeir eru etja kappi þar sem þessi flokksbróðir Orbán einmitt að standa í hárinu á honum allavega. Og Marco Rubio fór eftir varnarmálaráðstefnu í München og gerði samning við Ungverja sem að byggir á því að ef að það verður einhvers konar efnahags áfall í Ungverjalandi að þá munu Bandaríkjamenn koma þeim sjálfkrafa til aðstoðar, og þetta náttúrulega eitthvað sem á að vera honum til stuðnings og á að auðvelda honum að vinna kosningar þar í landi. Við gætum náttúrulega séð einhvers konar breytingar þar á, en það svo sem önnur saga. Það eina sem að ég að taka út úr þessu svolítið sko að eins og í Slóvakíu og í Ungverjalandi einhver Evrópumaður í dag, ég held að Evrópusambandið sé ennþá að rukka Ungverja 1 milljón evrur á dag eða eitthvað fyrir það að vera ekki tilbúin til þess að samþykkja einhverja flóttamannasamninga. En einhver ráðamaður í Evrópu að tala það að Orbán hafi gert vitlaust í þeim efnum? Nei, maður alveg hættur að heyra það. Það var rosalega háværar raddir það að þeir væru svo hræðilega vondir að vilja ekki taka á móti flóttamönnum og öðru. Tóku náttúrulega móti mikið á Úkrænumönnum, en þetta náttúrulega aðalega bundið við flóttafólk frá Miðausturlöndum. Evrópumenn tala ekki þá sem slæma. Mette Frederiksen gerir það ekki. Hún einfaldlega bara að fara að reyna að móka út, en samt sem áður þykir, eins og ég var að fjalla áðan, kjósendum ekki nóg koma til, og hún muni eiga erfitt uppdráttar í kosningum næst. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega, og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum, heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. En þetta svolítið áhugavert, og svona til þess að færi þetta líka aðeins nær menningunni, þá sá ég svolítið góðan pistil. En hún eftir Jón Björn Bragason sem að sjálfsögðu góðvinur þáttarins, þar sem hann að reifa svona ákveðnar hugmyndir bara lífsbaráttuna á Íslandi og setur hana svona í samhengi við það hvernig við höfum orðið svona sálarlaus og hvernig svona tíðarandinn hafi breyst, þar sem að fólk hefur verið með svona ákveðnar hugmyndir þessu svona stanslausu framþróun sem að svona alveg sundurslitin öllu samhengi það hvaðan við komum og hvernig lífsbaráttan á Íslandi hefur verið alveg bara lengst af þangað til bara fyrir örskömmu. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur, ég ekki sammála öllu, en aftur á móti langar mig að lesa svona síðustu klausunar í þessum pistli. Hann sett að tala Karl Sigurbjörnsson heitinn, en hann var að sjálfsögðu biskup á sínum tíma, og þar hann að tala trúna og kristna trú og fara svona yfir það hvernig svona ræturnar séu eitthvað sem við þurfum að passa upp á, þar að segja að gera okkur grein fyrir því hvaðan við komum. En ég ætla að lesa fyrir ykkur sem bara síðustu 3 klausunar hérna. En þar segir hann, Jón Bragason, fæddin í tiltekið samhengi.
Karli verður í bókinni tíðrætt skyldur þjóðkirkjunnar við samfélagið, sem séu í senn menningarlegar og uppeldislegar. Þær skyldur verða ástunda á vettvangi þjóðlífsins, ekki neðanjarðar menningar afkima lokaðs trúflokks. Menn skyldu hafa það hugfast að það væri hinn opna og rúmgóða þjóðkirkja sem hefði stuðlað að frjálsu þjóðfélagi og verið hæli og athvarf mannúðar og friðar. Hann gerir einnig að umtalsefni oflæti margra hugsuða og leiðtoga á Vesturlöndum sem tali sig standa herra á siðferðistigi en forfeður sínir, en allt það sé blekking. Hinn trúlausu og afhelguðu Vesturlönd séu jaðrinum, veikluðu deyjandi siðmenning. Menn verði að horfast í augu við að trúleysið hafi ekki upp á neitt að bjóða, vantrúin ekkert að gefa. Öll þessu ummæli Karls verulega áleitin. Mannfólki þarnast andlegra leiðsagnar og festu í þeim menningarlegu svipmyndum sem steðja að. Guðleysið sækir að í glitklæðum mannréttinda og víðsýni, eins og hann orðar það. En þá skyldu menn hafa það hugfast að rými án gilda ekki til, enda yrði mannkynið þar með leitt út í kviksyndi, afstæðishyggju og tómhyggju. Við fæðumst inn í tiltekið samhengi og siðar og menningar og sér hvert barn þarf að öðlast fótfestu í því samhengi, ella rifnar það allt upp frá rótum. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nú ég náttúrulega ekki mjög trúaður maður sjálfur eins og einhverja af ykkur vita, en ég aftur á móti hef svolítið mildast gagnvart ákveðnum kimum þessara afla, því að kirkja náttúrulega hefur staðið sig oft á tíðum mjög illa í því að viðhalda persónufrelsi og ég tek ekki að öllu leyti undir það að þeir hafi verið bara einhvern veginn stanslaus framfara stofnun og sérstaklega ekki stundum verið bara eiginlega öfugt við það. En hins vegar að þá þetta með menningaræturnar sem að við erum með í höndunum sem að hafa einhvern veginn verið virtar af vettugi. Maður að sjá með til dæmis mymbönd að sem að einhverjir aðilar að segja, þú veist, náttúrulega kemur frá Bandaríkjunum, þannig ég kannski að flytja inn bandaríska menningu, en þá til dæmis spurt hvað menning, ofta sagt white people, svona white culture, og þá einhvern veginn það sett í samhengi við svona eitthvað aðhlátursefni, að það sé ekkert sem heitir vestræn menning og menning þeirra sem eru af evrópskum uppruna sé einhvern veginn bara svona hlægileg og þetta sé bara eitthvað vont fólk og þrælahaldar og eitthvað þannig. Náttúrulega algjör della út af því að náttúrulega flestar þjóðir hafa haft þræla á einum eða öðrum tíma, nema kannski minnstu leitur Íslendingar þáttur það að við höfum verið í einhverju hvít yfirburðahyggju samfélagi sem annað orð sem í alvörinu notað, ekki með háðung, sem mjög fyndið. En ég, og ég hef náttúrulega sagt á það, við erum með eitthvað inn í höndunum sem byggist á þessum evrópska upplýsingar aldar gildum sem að við þurfum einfallega að halda í. Og ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort að sjálfsögðu vókið og allt þetta rugl að sjálfsögðu undanhaldi. Hvað kemur í staðinn, ég veit ekki. Maður náttúrulega sjá eins og í Bandaríkjunum að fólk ótrúlega spennt fyrir stjórnlyndi. Það einhvern veginn ekkert sem að kemur í veg fyrir það að við erum alltaf ótrúlega ánægð með það að geta haft nægilega mikla stjórn
á öllu sem viðkemur mannlegu lífi, en þegar þú ert með stjórn á öllu sem viðkemur mannlegu lífi þá ertu náttúrulega bara að stýra því hvernig aðrir haga sér. Vald náttúrulega í grunninn það sem að byggir á því að ef að þú ert með valda þá ertu að láta aðra taka ákvarðanir sem þeir myndu ellegar ekki taka. Gott að hugsa Evrópusambandi í því tilefni, að því tilefni. En ég einhvern veginn, sko, og þetta aðalega bara hugvekja svona í lokin, ég einhvern veginn, mér langar svo að koma á dagskrá svona, þú veist, erum við ekki með eitthvað hérna í höndunum og þurfum við ekki svolítið að brýna það fyrir ungu fólki, og ég reyndar ósammála Birni Jóni að við þurfum endilega að setja í samhengi við trúarbrögð. Hins vegar ef að það hjálpar þá getur það örugglega verið fínt fyrir mjög marga, en hins vegar með þessa sko vestræna siðmenningu sem hefur byggt upp samfélög sem eru betri en öll önnur samfélög, að þá það ekki eitthvað sem maður verið að vettugi. Og það athugið það að jafnvel þegar fólk að koma til Íslands eða til Bretlands eða annar landa, að þá þetta eitthvað sem að sko við tölum og svona gerum lítið úr, og þá einhvern veginn að sjálfsögðu eru þeir sem að að koma hérna gera það örugglega líka og segja að svo menning sem að þeir þurftu reyndar að flýja sé í rauninni betri heldur en vestræn menning og við einhvern veginn að skammast okkar. Ég ætla ekki að fara að skammast mín fyrir það að einhver aðrir hafi hagað sér eins og fífl hérna fyrir einhverjum árhundruðum. Og þú átt ekki að gera það heldur, kæri hlustandi, sama hvort að þú sért hvítur, svartur, gulur eða hvað sem það nú er. Við eigum bara að vera stolt af því sem að við erum, og Snorri Másson hafi vakið hans athygli á þessum daginn að bara, ég ætla bara að fá að vera stoltur Íslendingur út af því að ég gerir ráð fyrir því að aðrir sem eru í öðrum löndum eru stoltir af því hvernig þeir eru. Á hverju ætti ég einhvern veginn að vera að berja mig í hausinn? Nei, það náttúrulega hundaflauta, sko. Þetta allt hundaflauta undir þeim formerkjum að þú ert í rauninni að reyna að hvetja fólk til einhverja ofbeldisverka. Hættið þessu. Það að berjast fyrir tungumálinu ekki einhver djöfusins hundaflauta. Það að vilja halda í íslenska menningu ekki hundaflauta. Það að vilja halda í ákveðin gildi þar sem að náttúrulega úrkom stjórnarskrár, úrkom mannréttindi, úrkomu alls konar frábærir hlutir, upplýsingaöldin, iðnaðarbyltingin og fleira. Þetta ekki eitthvað sem að við höfum bara eitthvað að virða vettu í. Þannig að við erum í ákveðnum svona brandara heim, en ég svona, þó svo að stofnana minni Vóksins sé alveg gríðarlega sterkt ennþá, maður sér það ennþá í öllum þessum stéttarfélagsbaráttum og alls konar dótin innan kerfisins, þar ennþá Vóki náttúrulega rosalega sterkt. En ég held að fleiri og fleiri sé náttúrulega að sjá þetta fyrir þann brandara sem þetta þannig að ég alveg orðin bjartsýn. En þessi della það að þú einhvern veginn að skammast þín fyrir það að vera eins og þú ert, og þetta jafnvel kennt í háskólum, sko. Það eitthvað, ég náttúrulega vil hvetja þig fyrst og fremst til þess að sko, standa í lappirnar gagnvart slíkri dellu, en líka bara svo litið hlæja því. Þú veist, ég held að við getum, þetta rosalega krútlegt allt, þegar að fólk að tala hvíta yfirburðahyggju eða tala það að einhver gildi séu eigirinn ekki að vera upp á pallborðinu út af því að þetta einhver rasísk hundaflauta. Statt í lappirnar gagnvart þessu. Þetta auðvitað brandari sem að við höfum bara að sjá í gegnum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Sjáumst á fimmtudaginn. Og já, partus.is/1pæling ef þið viljið fá þennan þátt á undan öðrum. Þar getið þið einnig tengt RSS-hlekk við ykkar hlaðarsveitu. Þá þarftu ekki að vera farin á vefsíðuna til þess að hlusta á hvern þátt heldur hann uppfærður í þeirri hlaðarsveitu sem að þér finnst best að nota. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Verið frábærlega góð við hvort annað, standi í lappirnar gagnvart réttrúnaðar ruglinu og verið sæl.